Við erum í bráðamatsdeildinni, nýju deildinni sem á að opna í haust. Eins og þið sjáið þá er vinna í gangi, framkvæmdir, en við reiknum með að opna 1. september. Þetta er deild sem að rúmar 20 sjúklinga. Það eru hérna inni 4 einbýli, 8 tvíbýli. Sjúklingar sem koma hingað eru ekki fullgreindir, höldum við áfram með greininguna hér. Það verður hérna þverfaglegt teymi sem vinnur saman að greina sjúklingana og veita þeim meðferð. Það eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, lyfjafræðingar, klínískir lyfjafræðingar og lyfjatæknar og svo auðvitað læknarnir. Ég er bara gríðarlega spenntur fyrir þessu og komandi breytingum sem að fylgja þessari nýju deild. Þetta er nefnilega miklu meira en bara einhver ný staðsetning. Hér verða fleiri fagstéttir og þessar starfsstéttir munu vinna mjög náið saman. Innlagnir eru oft vegna aukaverkana lyfja og sérstaklega þá hjá öldrum sem á mörgum lyfjum og þau eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum, þannig að þá getum við komið auga á svoleiðis vandamál strax og gripið inn í. Fókusinn á þessu er að grípa þennan hóp sem hefur vissulega legið á bráðamóttökunni en að metan snemma af öllum þeim fagstéttum sem þurfa að koma að matinu, skoða félagslega, andlega, vitrænt og færnilega séð hvernig staðan er hjá viðkomandi, átta sig á hver aðstæða þeirra er heima, hvort þessi þörf á einhverjum hjálpartækjum, aukinni þjónustu, endurhæfingu og rauninni bara til að tryggja örugga útskrift heim. Hingað til svona undanfarin misseri höfum við þurft að sinna of mörgum sjúklingum í rauninni á bráðamóttökunni sem hafa verið fastir þar, jafnvel svo dögum skiptir. En núna getum við, þegar þessi deild opnar, flutta og hingað yfir og byrja hraðar að vinna í þeirra málum. Almennir lyflæknar á spítalanum er sístækkandi hópur sérfræðilækna og eru mörg bara ný orðin sérfræðingar og eru því fersk og mjög spennt fyrir þessu verkefni og sérstaklega fyrir því að vinna með þessum stóra hópi annarra fagstétta og við kunum unnið náið saman hérna á þessari deild og bæði við og hinnar fagstéttina geta þá nýtt sína sérþekkingu betur heldur en áður. Við erum að leita hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum til að koma að vinna á þessari deild og það er æskilegt ef þau hafa reynslu af bráðaþjónustu, ekki krafa, en líka reynslu af öldrunarþjónustu. Vegna þess að með því að blanda saman þessum greinum þá fáum við rosalega gott kombo inn á þessa deild. Þetta lítur mjög vel út, bara bjart og stærra en ég bjóst við. Þannig að já, bara spennandi. Mér finnst þetta bara koma á óvart, þetta húsnæði. Svona utanfrá þá er þetta náttúrulega bara svona lítur út eins og einhverju gámar en inni það er bara mjög gott rými og það eru flott herbergi hérna og þetta er bara eins og góð og öflug deild á spítalanum.